Louis. Fyrir þá keppendur sem vanta 2 snirtibutur, þá fundust 2 snirtibutur út á lóðinni með bleiku hárbandi. Ef það vantar einhverju snirtibutu. Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you knew me. I must admit, I'm the real brother Louis. I'm intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's 2 sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Brother Louis. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky.
Og selir C. Það er hérna, þú ert hér.
legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 You and me, we used to be together every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't speak to know just what you said, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts.
I can see us dying. Are we? Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no, don't speak. I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Don't tell me 'cause it hurts. I know what you're saying, so please stop explaining. Don't speak, don't speak, don't speak. Oh, I know what you're thinking, and I don't need your reasons. I know you're good, I know you're good, I know you're real good. Jæja, ekki að vera komið að þessu? Ef við ekki bara... Ef við ekki bara fara að telja niður? Og þá þurfum við að fara að hætta að mála. Hvað? Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Og nú má ekki lengur mála. Og þá fara allir fyrir bakvið. Og við ætlum að vera að bjóða ykkur velkomin á Stíl 2025. Við ætlum að skila sérstakar kveðju á félög í Vestmannaeyjum. Þau voru með 7 lið sem komust ekki vegna veðurs og líka skjólið. Þau voru líka. Já, við heitum Emilia og Ég heiti Kitti. við erum í Ungmennar Samfés og ég er í félagsmiðstöðinni Frosta. Og ég er ekki lengur í félagsmiðstöðinni, ég var í félagsmiðstöðinni Hellirinn. Í dag eru 31 atriði sem stíga á svið og sem koma alls staðar utan á landi. Já, og við ætlum að koma með svona brandara sem er svona með smá history í ungmennaráðinu af því að hún Andrea, vinkona okkar, sagði hann á danskeppninni í fyrra og það hló ekki það margir, svo það væri mjög næs ef þið myndir hlæja mikið. Ok. Þú gerir þetta. Hvað gerir könguló í frítímanum sínum? Hengur á efnum! Ok, og nú ætlar Kitta að koma með eitthvað brandara. Hæ? Já. Ég veit eiginlega ekkert neitt brandara, bara Tommi fór yfir veginn og Tommi tómatur. Kerti yfir hann og breyttist í tómatsósu. Ég veit ekkert brandara sko, ég hef aldrei verið mikill brandarakall. En ef við ekki bara gefa keppendum gott klapp og fara að byrja þetta. Takk fyrir okkur. Nei, jú.
Halló. 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 Það er að tala hátt. Bara kalla mig. Ég heyri persónulega ekkert, en kannski voru þau búin að heyrist í mér. Ég ætla að gefa músíkina Félagsmiðstöðin 105 skrifar: Þetta er Millard Morris. Hann er ríkur sjóræningi sem kemur oft í mikil vandræði. Lífstíll hans var mikilfenglegur en hann var svíkull og fór á bak við marga sem töldu hann vera vin sinn. Síðasta manneskjan sem hann sveik var elsti og traustasti vinur hans sem í bræðiskasti réðst á hann og veitti honum banasár í bakið. Rétt eins og Morris hefði stungið svo marga í bakið áður. Nánari lýsingu á útgangi hans og pjötlun er hægt að finna í fjársjóðskistu sjóræningjans. Þar má einnig lesa hinstu minningu úr dagbók hans Millard Morris. Aldan A. Kjóllinn er búinn til úr gömlum efnum og fötum sem við fengum frá fjölskyldu og söfnum sjálf úr okkar eigin fataskáp. Við fórum líka á fataskipti og í efnisveitu skólans. Við fengum inspo frá Vivienne Westwood og sjóræningjum. Arnardalir skrifar: Hönnun okkar var innblásinn af hafmyndum og sýrunum úr myndinni Sjóræningja Kyrrahafsins. Flest öll efnin eru endurnýtt föt og gömul efni að heiman. Við fundum síðan einhver gömul efni úr skólaleikritum okkar sem var á seinasta ári. Kjóllinn átti að líta út fyrir að hafa verið lengi ofan í sjónum, aðalega samsettur af hlutum sem sýrunum hafa stolið af sjóræningjum sem þær ná að lokka í sjóinn. Innblástur af litapalettinu voru litirnir sem maður finnur oftast í Karibíska hafinu. Efnið sem við nýtum mest er siffón og pólíester. Arnardalur B. skrifar:
Við sóttum innblástur að hönnuninni með því að horfa á Pirates of the Caribbean og með því að vafra á netinu á margvíslegum vettvangi. Við bæði saumum alla flíkur og útfærðum heimildarútlit sjálfar með kvenkyns sjóræningja í huga. Ásinn skrifar, okkar hugmynd speglar ekki bara sjóræningja Karabíska hafsins, heldur blöndu við þemanu við sírenur. Við saumuðum pilsið og skyrtuna frá grunni og bættum svörtu korsiletti við. Við keyptum alls konar skraut og skartgripi. Við fengum mikil innblástur á verkinu frá grískri goðafræði og gömlum ævintýrum eins og Harry Potter og Peter Pan. Bólið A skrifar, innblásturinn kemur frá Pirates of the Caribbean kvikmyndunum. Fjölbreytt efni voru notuð við hönnunina. Pilsið er gert úr laki, ból og tusku fyrir hrátt og sjarmerandi útlit. Korselettan var handsaumuð úr flöel í textílstofu skólans og betur umbættir hælaskór að heiman fullkomna sjóræningjastílinn. Bólið B skrifar, innblástur á bakvið hugmyndina kom frá sjóræningjunum á skipinu Black Pearl. Við vildum leika okkur með beinagrinda þema það sem sjá má á korsilettinu og andlitsfarðunum. Hárið er í takt við 18. öld. Echo skrifar, við vildum láta þetta vera eins og sjóræningjar. Við handgerum sverð, eyrnalokka og meira skraut. Við völdum efnið sem leit út fyrir að vera svolítið sjúskað en á sama tíma flott. Frosti skrifar, hugmyndin okkar var að blanda sjóræningjaþema saman við streetwear-stíl sem við höfum mikinn áhuga á. Við endurnýttum gömul föt úr góða hirðinum sem buxurnar eru unnar úr. Vestið er endurnýttur jakki sem er klipptur til og saumaður upp á nýtt og skyrtan er gerð úr gömlum efnisbútum lituðum með kaffi og te. Hildipi skrifar, innblásturinn á bakvið hugmyndina kemur frá Pirates of the Caribbean. Við leituðum á Pinterest að innblæstri. Við tókum skó sem ein okkur átti, máluðum botninn bleikan með spraymálingu og límdum hvítar perlur á þá. Korslettið saumuðum við frá bómullurefni og stíflum. Pilsið er saumað frá grunni úr polyester organza og við saumuðum höfuðklútinn úr spandex tricot efni. Igló A skrifar, innblásturinn að búningnum voru brúðgumaföt Will Turner, auk klæðnaðs annarra karaktera. Hatturinn er endurnýttur með gervileðri, jakkinn endurnýttur, klipptur og skreyttur. Vestið er búið til frá grunni úr bómullarefni og skreytt með tölum. Kragi er búinn til frá grunni úr blúnduefni. Igló B skrifar, búningurinn er innblásinn af Jack Sparrow og Úrsúlu. Kolkrabbaarmarnir eiga að sýna að sjóræningjar í baráttu við sæskrímsli. Bæturnar á búninginn gefa til kynna að sjóræningjar geta ekki bara farið út í búð og kaupa ný föt og þurfa því að laga fötin sín.
Jemen skrifar, innblásturinn á bakvið hugmynd okkar kemur frá atriðinu í Pirates of the Caribbean þar sem pabbi Will Turner kemur fram í skipinu Black Pearl þar sem hann allur út í skeljum og hrúðum á andlitinu og líkamanum. Við ætlum að blanda smá útliti Wills og pabba hans saman í þessari hönnun. Buxurnar eru gerðar úr dökkbrúnu bómullarefni, jakkinn er úr sama efni með skelja límda við sem voru týndar í Nauthólsvík eða skelja sem fundar voru heima eða á netjumarkanum og blúndur á ermum. Skyrtan er efni sem líkist viskastykki og það var dýft í kaffi til að hafa skítugt útlit. Loks eru skórnir betrumbættir leðurskór sem við keyptum á netjumarkanum sem er búið að setja skeljar og sand. Kelikompan skrifar, hugmyndin af hönnuninni má rekja til innblásturs frá kvikmyndinni Pirates of the Caribbean og þá sérstaklega til Angeliku. Skyrtan, korselettan og pils er allt hannað frá grunni. Skórnir eru betrumbættir með prjónuðu efni og fléttuðu garni. Notast var við ólík efni, þar á meðal roð. Stærsti hluti efnisins var fenginn frá fjölskyldu og vinum, en efnið í pilsið var keypt. Kjartan A. skrifar, þessi búningur sameinar litríka menningu Karabískahafsins og efbunda sjóræningjastíl. Innblásturinn frá Karabíeyjum sést í stórum skærlitum pilsum með köflóttum smáatriðum, blúnduskyrtu og stórum, marglitum hálsmötum og rauða varletnum. Hins vegar koma hefðbundnari sjóræningjaþættir í ljós með þröngu korsetti sem mótar mittið, perlurnar sem skreyta hárið, glitrandi gyltu skertuna og buxurnar sem oft eru tengdar við útlit sjóræningja. Kjarnin B. skrifar, innblásturinn við þessa hugmynd kemur frá Keira Knightley sem er fræg leikkona sem leikur sjóræningja kölluð Elizabeth Swann. Pilsið og jakkinn eru bæði sköpuð af vínrauðu taftefni, svo er það skyrtan. Hún er endurunnin og lituð með kaffi. Bólurinn er úr svörtu bómullarefni og buxurnar úr svörtu blúnduefni. Skórnir eru leður sem við breyttum svo síðan er hatturinn spreyjar með brúnum lit. Kjarnin C. skrifar, innblásturinn á bakvið hönnunina kemur aðalega frá Alexander McQueen. Hugmyndin var sjóræningja sem hefur verið svikinn af skipsfélögum og hent ofan í sjóinn. Vegna þess er hún með þara á sér og slitið reipi á úlnliðinum. Efnin sem voru notuð eru svart blúnduefni fyrir neðri partinn og brúnt línuefni fyrir efri partinn. Á hausnum og í mitti er rautt silki. Mosinn skrifar, hugmyndin við hönnunina kemur úr myndinni Pirates of the Caribbean A Dead Man's Chest. Við notum lag úr hvítu bómullarefni í skyrtuna sem við lituðum með te til þess að fá litinn ásamt því að nýta blúndu úr gardínum. Við keyptum svo pleður og blátt bómullarefni sem við notuðum í pilsið og korslettið. Í skikkjuna endurnýttum við gamalt fiskinet sem vísar til uppruna hugmyndarinnar. Naustaskjól skrifar, innblástur á bakvið hugmyndina kom frá öllum sjóræningjamyndunum en við vildum hafa hönnunina okkar aðeins skelfilegri vegna þess að flestar sjóræningjaflíkur í myndum eru frekar karlmannslegar. Við fengum mikið af fríum efnum til þess að vinna með til dæmis gömul lög, efni, flíkur sem voru til heima. Svo vorum við líka margar netjuverslanir eins og Hertex, Rauðakrossin og Lottina. Pluto skrifar, our design, the Black Pearl, takes inspiration from the most known female pirate, Uma in Descendants. This look features ocean blues, gold, white and purple. The name is an Easter egg referencing the famous ship since a black pearl bedazzled corset serves as the centerpiece paired with layers from top to bottom for a bold, captivating look.
Selið A skrifar: Hugmyndir af búningnum okkar er einmana sjóræningi í leita að gulli. Eftir langa ferð finnur hann loksins fjársjóðinn en honum grunar ekki að í hellinum umkring dýrmætu gripum sé föst prinsessa sem var gerð í útlegð vegna leynilegs ástarsambands við sjóræningja. Stelpan á gullinu er þessi stelpa. Búningurinn er einstakur vegna gullsins sem fylgir honum sem finnst fallega dreift hér og þar. Selið B skrifar: Hún heitir Kóral og er dóttir skipstjórans á skipinu Venus. Frá unga aldri hefur hún verið talin fegursta stúlkan í Karabíska hafinu. Þó að það hljómi ævintýralega er sannleikurinn annar. Á hana voru lögð álög sem breyttu henni í hálfan kolkrabba og munu fylgja henni þar til hún finnur hinn dýrmæta sjávardemant. Selið C skrifar: Við siglingar Kyrrahafið er erfitt að fylgjast með tískustraumum, hvað þá útvega sér fínasta fatnaði. Þrátt fyrir þessar áskoranir telst hún meðal fallegustu kvenna Kyrrahafsins. Hún nýtir sér allar efnisbúta sem safnast saman skipið og gerir hún þeim hinn ótrúlega klæðnað. Hún hefur sigrast á við marga sjóræningja og liggur þess vegna ör í gegnum augað hennar. Selið D skrifar: Hugmyndin okkar var byggð á hugrökku og sjálfstæði Jane Day Cleason sem var hefnigjörn og einstök persóna. Við nýttum gömul ástkær föt og sköpum úr þeim eitthvað nýtt og einstakt. Persónan okkar á að hafa siglt mörg höf og lent í alls konar átökum á leiðinni. Hún er nú nýrekin á land. Setrið A skrifað: Við perlurnar fengum innblástur fyrir þessa hönnun frá Elizabeth Swann og Jack Sparrow. Við notuðum slatta af blúndum og perlum, messefni og kottum fyrir hönnunina. Mótið er með half up, half down og hellinga krullum og fléttum. Setri B skrifar: Módelið okkar klæðist fallegum sægrænum kjól. Kjóllinn er unninn úr gömlum gardínum sem við endurnýttum og alls konar blúndu og perlum. Hárið hennar er í snyrtilegum half up, half down. Hún er með náttúrulegt make-up með smokey eye. Við fengum innblástur frá karakterinum Elizabeth Swann sem er prinsessa í sögunum Sjóræningjar Karabíska hafsins. Tjarnó skrifar: Kjóllinn er búinn til á mörgum kjólum frá okkur öllum. Við ákveðum að nýta allt sem við gátum. Við notuðum föt úr Rauða krossinum sem hefur drukknað og er komin aftur upp á yfirborðið. Make-upið hennar er frekar fölt líkblátt vegna þess að hún er búin að vera í köldum sjó í langa tíma. Hárið hennar er blautt og mikið gel í hárinu. Undirheimar skrifar: Innblástur búningsins kemur frá Jack Sparrow og Elizabeth Swann. Skyrtan er endurnýtt og breytt og er úr polyester. Buxurnar eru úr polyester og brendar. Pilsið er úr endurnýttu efni frá Rauða krossinum sem við saumuðum og klipptum og aðrir aukahlutir og skartgripir eru endurnýttir og breyttir. Félagsmiðstöðin Urri skrifar: Hugmyndir á bak við búninginn eru eyjarnar í kringum Karabíska hafið og hafið sjálft. Við tókum mikinn innblástur úr gömlu sögunni þar sem menn voru dæmdir fyrir glæpi voru látið ganga plankan. Helstu efni sem notuð voru mess, marokkin, gallaefni. Hatturinn er gerður úr pappa og efni saumað á. Skórnir eru endurnýttir og málaðir með málingu. Aukahlutir eru föndraðir og fundir í náttúrunni heima og fleira. Þeba A skrifar:
Innblásturinn kom frá Úrsúlu úr litlu hammiðinni og kvikmyndinni Pirates of the Caribbean. Efnin sem notuð voru við hönnunina eru fjólublátt satín, blúnda fyrir pilsið og smáatriði í kjólnum, þunn blúnda fyrir flæðandi ermar og pleður fyrir korsettið og beltið. Keyptir voru notaðir skór sem voru betur umbættir. Þeba B. skrifar: Innblástur kemur úr The Pirates of the Caribbean. Pilsið er úr satíraefni með tjúli. Ermarnar eru úr endurýttu skyrtuefni sem stuðlar umhverfisnálgun. Korsettið er hannað úr sama efni og pilsið sem tryggir samræmi í útliti. Hatturinn hefur verið endurnýttur og breyttur. Skórnir hafa einnig verið endurnýttir með nýrri hönnun. Heildarhönnun býður upp á fallegt og umhverfisvænt útlit. Garðalundur skrifar: Við fengum hugmyndina á búningnum þegar við vorum að horfa fjórðu myndina af sjóræningum Karíbíska hafsins. Það eru fullt af hafmeyjum sem eru fallegar og hættulegar og ein sem aðalheitir Sirena. Við völdum að vinna búninginn út frá henni. Við sóttum líka innblástur frá hönnun James Merry sem gerir grímur og skartgripi fyrir björk. Innblásturinn kemur einnig frá allskyns sjávarlífverum eins og marglyttum og skeldýrum. Efnin í búningnum eru afgangsefni úr textílstofunni, skeljar úr fjörunni og perlusvið félagsmiðstöðin átti. Við fundum gamla silki bróðakjól og notuðum part af honum í pilsið. Skórnir eru fengnir úr góðar hirðin og spöngin sem undirstaðar kórónunnar. Við skulum nú gefa öllum gott klapp! Og nú er dómarahlé. Halló. Keppendur, ég vil biðja keppendur að koma baksviðs, aftur, allir keppendur baksviðs. Við ætlum að raða okkur upp í röð til dómararnir vilja sjá ykkur betur.
Ok. Við erum að fara á svið, við vorum að taka mikið af myndum, ok? Já. Ok, hérna. Já, voru ekki búningarnir alveg geggjaðir? Og hver haldið þið að er að fara að vinna? Herru, núna á meðan dómararnir eru að ákveða hver er bara hverju vera sigurvegarar, þá eru við með eitt skemmtiatriði. Þeir heita Þrívídd, einn af þeim vann Rímnaflað í ár. Já, 2004, hann er Jonni. Og síðan er það Hjalli og ég man ekki hvað hinn heitir. Bíða aðeins, ég skal tjekka hvað hann heitir. Ég var skilinn eftir, en ef við ekki bara fá það upp á svið? Og Skarpi! Gjörðu svo vel, strákar! Hvernig er stemningin? Já. Ok. Hvað segir? Sagði mér að við tölum ekki meira þótt. Segir þeim hvað þú vilt en þú vilt hafa hljótt. Allt sem að við gætum verið en þú sagði mér því að þú ert það eina sem að ég sé. Þú sagði mér ekki þegar núna hlustaðu ekki. Lofaði mér öllu góðu reyna leysi samt ekki. Týndur á tilfinningarleið en þá hugsaði þig. Spyr mig sjálfan af hverju ekki. Ég fór að heyra allt sem voru að segja, ég veit bara að tala við mig. Lega mér heyra, lefi þér að heyra allt sem ég að segja við þig. Ég fór að heyra allt sem voru að segja, ég veit bara að tala við mig. Lega mér heyra, lefi þér að heyra allt sem ég að segja við þig. Það voru þessi dagar sem þú talaði við mig. Treysti þér ekki lengur, ekki horfa meir á þig. Ekki halda að ég elski þig, ekki eftir tárin. Af hverju gastu ekki elska mig öll löngu árin? Reyndu að sýna mér allt sem þú vilt. Þú ert ekki að tala við einn venjulegan pilt. Ekki missa vitið þótt að skattu mitt sé gilt. Slakaðu á, já, ég meina ekkert vilt. Ég ferðaðist í alla heima leitandi að þér. Ég fann þig hér og núna ferð ekki frá mér. Þú hljótt ekki í broti eins gott sem betur fer. Finnur lyktin af mér þótt þú sérst þú sagði mér ekki þegar núna hlustaðu ekki. Lofaði mér öllu góðu reyna leysi samt ekki. Týndur á tilfinningarleið en þá hugsaði þig. Spyr mig sjálfan af hverju ekki. Ég fór að heyra allt sem voru að segja, ég veit bara að tala við mig. Lega mér heyra, lefi þér að heyra allt sem ég að segja við þig. Ég fór að heyra allt sem voru að segja, ég veit bara að tala við mig. Lega mér heyra, lefi þér að heyra allt sem ég að segja við þig. Það voru þessi dagar sem þú talaði við mig. Treysti þér ekki lengur, ekki horfa meir á þig. Ekki
halda að ég elski þig ekki eftir tárin? Af hverju gastu ekki elska mig öll löngu árin? Næsta lag vann rímlaflæði. Þetta er Sigurveri rímlaflæði hérna. Sigurveri. Hann átti að taka það fyrir ykkur. Næsta lag þetta er Frá mér. Allt að gerast. Augnablik. Heyr ykkur fyrir Jonna. Þó að þessi gæri eru fannir að leita, þá ætti þú samt ekki að vera að telja þess leika. Ég veit að þú farin, því ekkert að breyta. Ég að fara upp, þú veist við erum að meika. Þó að þessi gæri eru fannir að leita, þá ætti þú samt ekki að vera að telja þess leika. Ég veit að þú farin, því ekkert að breyta. Ég að fara upp, þú veist við erum að meika. Ekki fara frá mér, ekki fara burtu frá mér. Ekki fara frá mér, ekki fara í burtu frá mér. Þú ættir ekki fara langt frá mér. Ég sé 10 millur inn, ég að fók í ljóta brek. Hvað það gera, ég að vinna á meðan ég fólki segja á leiðinni. Þú veist að þetta tekur nokkur skref. Ef þú ferðast eitthvað á mig, langar mig að koma með. Ef þú segir eitthvað særandi, þá stend ég eitthvað fer. Ég að spila hennar leik og þú bara lítið per. Ekki vera fyrir þegar að koma mér. Þó að þessi gæri eru fannir að leita, þá ætti þú samt ekki að vera að telja þess meika. Ég veit að þú farin, því ekkert að breyta. Ég að fara upp, þú veist við erum að meika. Þó að þessi gæri eru fannir að leita, þá ætti þú samt ekki að vera að telja þess meika. Ég veit að þú farin, því ekkert að breyta. Ég að fara upp, þú veist við erum að meika. Ekki fara frá mér, ekki fara í burtu frá mér. Ekki fara frá mér, ekki fara í burtu frá mér. Löpum inn á staðinn og þessu tökum yfir. Rættum með mér nema þú sé bara hérna fyrir. Ef þú fer í burtu þá samband okkar yfir. Rættum með mér alltaf ekki með að töka í mér. Mælum ekki þannig að ég bara spyr þig. Skiptir ekki mál hvað gerir ég svo skil þig. Ekki fara í burtu frá mér, já ég bið þig. Já ég bið þig, þú veist að við förum ekki. 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 Þó að þessi gæri eru fannir að leita, þá ætti þú samt ekki að vera að telja þess meika. Ég veit að þú farin, því ekkert að breyta. Ég að fara upp, þú veist við erum að meika. Þó að þessi gæri eru fannir að leita, þá ætti þú samt ekki að vera að telja þess meika. Ég veit að þú farin, því ekkert að breyta. Ég að fara upp, þú veist við erum að meika. Ekki fara frá mér, ekki fara í burtu frá mér. Ekki fara frá mér, ekki fara í burtu frá mér. Ok. Nú bara eitt lag eftir. Næsta lag heitir Segðu mér. Segðu mér. Já. Ok, þið megið syngja með, þið megið standa upp, þið megið hafa gaman sko. Bara láta ykkur vita. Segðu mér vita. 1, 2. Segðu mér þú vita það. Segðu mér þú vita það. Segðu mér þú viljið mig á sama tíma, sama stað. Segðu mér að þú vilt mig og engan annan. Segðu öllum nánum mér að við tvö erum saman. Segðu öllum strákunum þú elskir engan annan. Segðu mér þú vita það. Segðu mér þú vita það. Þátt ekki að gera neitt nema að þú vilt það. Segðu mér það sem frá, þetta er fokkin veisla. Ég
vil bara gera það, svo segðu mér þú vilt það. Ég veit að þú viljið mér, svo segðu mér þú vilt það. Segðu mér þú vilt það. Syngja með. Ok, allir syngja með. Segðu mér þú vilt það. 1, 2, og Segðu mér þú vilt það. Segðu mér þú vilt það. það kallar fyrir okkur. Þrívít. Allir í ungmennaráðinu komið bak við Svartholtstjaldið. I must be most of the problem.
Appreciate it. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Du mit Es war um 1780 und es war in Wien. No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute, Captain Rock Me Amadeus.
love you only. Love, love of my life. Wow. Love of my life. Wow. Love of my life. Wow. Love of my life. Yeah, baby. You gotta trust me. Yo, this my kid. It's time to define this is situation. You and I together in relation. Why won't you let me know which are the ways that I should go? It's time to tell. Let me off the hook. You know me, I'm playing by the book. And all I'm asking in return is for you to show me which way to turn. Trust me, I'll be the one to fight for you when things were wrong. Trust me, I'll never let you down, let you down. Trust me, I'll be the one to fight for you when things were wrong. Trust me, I'll never let you down, let you down. About to reject, let me ask you a question. Is it for the fun of the real affection? There's no time that you decide if the future in life is a positive one. I keep on believing, still got the feeling. Got you on my mind and that's what's appealing. Believing everything for the pleasure and lust. Baby, it's a question of trust. Trust me, I'll be the one to fight for you when things were wrong. Trust me, I'll never let you down, let you down. Trust me, I'll be the one to fight for you when things were wrong. Trust me, I'll never let you down, let you down.
Jæja. Jæja, nú með allir fara að setjast. Úrslitin eru komin í ljós. Og þá ætlum við að fá alla keppendur verið fram á svið. Og raða sér upp í raðirnar. Sem þeim var sagt að raða sér upp í. Talið beint ofan á mækinn. Ofan á mækinn, ekki á hliðinni. Ofan. Herru, þá skulum við bara fá dómarana til okkar og afhenda þeim mækinn. Ég hef gott klapp. Halló, heyrðist í mér? Góðan daginn. Halló. Neina að klappa aftur fyrir þeim, bara please. Þetta var mjög lélegt. Aftur. Ok, þeir eru geggjuð. Heyri, við ætlum kannski að kynna okkur aðeins. Ég heiti Valentína og ég er hönnuður og starfsmaður í félagsmiðstöð en ég er ekki með lið. Ég heiti Hildur og ég er hárgreiðslukona. Og ég er með Mike, já. Ég heiti Kristín og ég er myndlistakona og listakennari og fyrrverandi starfsmaður í félagsmiðstöð. Og er mjög stolt af öllum sem eru hér. Þeir eru stórkostleg og þetta er framtíðin. Sjáðu þið. Heyriðu, við ætlum ekki að láta ykkur bíða of mikið, þannig við ætlum bara að henda okkur í þetta. Við ætlum að byrja á hönnunarmöppunni. Ég er sjúk í hönnunarmöppur. Ég horfi rosalega mikið á möppunar. Af því að mér finnst hún jafn mikilvæg og outfiti sjálft, eða hönnunin sjálf. Þannig að sá hópur sem vinnur hönnunarmöppuna er, maður fá trommuslátt, Selið C. Þið að koma fram, komið. Og hópurinn, það ekki? Allur hópurinn. Hvar er restina af hópnum? Já, ok, ekki hópurinn. Einmitt. Heyriði, næst er það hárið. Og klappa. Heyrðu, verðlaun fyrir besta hárið fær Tjarnó. Woo! Ég er með sko konstant gæsahúð hérna, það er galið. Ok, svo er það make-upið. Gefa því líka trommuslátt. Það er Selið B sem fær verðlaun fyrir flottastu förðunina. Þetta er fáránlegt hvað þetta er vel gert. Og þetta er, þið byggu grímuna til, bara svo þið skiljið þetta úr sokkabuxum. Þú veist, halló, crazy. Núna er aðal. Við veitum það öll, það er fyrsta, annað og þriðja sæti. Við ætlum að byrja á fyrsta sætinu. Nei, grín. Ok. Þriðja sætið. Ótrúlega miklan trommuslátt. Það er Mosinn.
Jíhú! Og aftur með gæsahúð. Ok. Annað sætið eru... Hættu að horfa á mig. Nei, djók. Frosti! Þið fáðu öll medaljur eftir. Ok, ég er að fríka út af gæsahúð. Fyrsta sætið. Má ég fá meiri trómuslátt? Garðalundur! Til hamingju! En takk kærlega fyrir að leyfa ykkur að fylgjast með ykkur. Þeir eru sko súper. Við trúum ekki að þið séu úlingar að búa til þessi föt. Þetta er galið. Þannig að þið eru öll bara risa hróskilið og bara haldið áfram, ekki hætta. Komið aftur á næsta ári og svo aftur í 10. bekk. Ok, ef þið eru ekki, þú veist, komið í 10. bekk. Bara takk fyrir okkur. Þá bara þökkum við kærlega fyrir keppnin í ár. Þetta er búið að vera glæsileg keppni, fullt af skemmtilegum búningum og öllu. Og við sjáumst bara hress 2006 og allir að mæta. Takk kærlega fyrir þessa keppni, gefum öllum gott klapp.